Góðan daginn, elsku vinir, og gleðilegt nýtt ár og takk fyrir því gamla. Enn komið nýtt ár og það er þriðja árið okkar sem við göngum inn í COVID-veiru ástand en ef ekki að vona að þetta sé síðasta snefillin henni sem lætur sjá sig og þetta ár losa okkur við hana í eitt skipti fyrir öll. Vonandi lætur hún undan, vonandi. Það fólk á meðal okkar sem hefur smittast af veirunni, þar á meðal tónlistarfólki okkar og aðrir vinir og bræður og systur í söfnuðinum. Og sum orðið veik og aðrir ekki, eins og gengur. Og við sendum batakveðjur heim til ykkar allra. Og þetta einmitt svona samkoma. Hún bara heima við. Salurinn tómur. Tæknimennirnir eru hér að sinna sínum störfum, en öðru leyti þetta allt öðruvísi samkoma heldur venjulega haldin. Við ætlum nefnilega, við fáum að heyra Guðs orð, förum í það og eftir, en tæknafólki okkar sem eru snillingar, þeir alltaf að klippa saman, búta því besta úr lofgjörðinni síðastlið ár og búa til þessa samkomu fyrir okkur heima. Þannig að nú skulum við koma okkur vel fyrir, njóta samverunar, sitja við skjáin okkar, hvort sem við einn eða ein eða fjölskylda saman eða hvar þú ert, njótið og meðtækið Guðs blessun, Guðs nærveru í gegnum lofgjörunni, í gegnum orðið, þessari fyrstu Guðsþjónustu okkar á nýju ári. Amen. Góðan daginn, Smárakirkja. Verið velkomin að samkomu. Lofum okkur í dag. Step out of the shadows. Step out of the grave. Break into the wild. And don't be afraid.
tilbiðjum hann, konung sem sigurinn vann, mikið verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans, mikið verk hans. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hlekki og böl og guð, mikið verk. Við dönsum af gleði, svo fagnandi frjálst, og Jesús þitt nafn, því upphafið hátt og guð, mikið verk þitt. Aldrei brugðist í orrahríð, trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér, því þitt loforð já og amen, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Syngjum saman. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hlekki og böl og guð, mikið verk þitt. Við dönsum af gleði, svo fagnandi frjálst, og Jesús þitt nafn, því upphafið hátt og guð, mikið verk þitt. Halleluja, Guð er ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast muntu, halleluja, þú allt gerir vel. Takk Jesús. Halleluja, Guð er ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast muntu, halleluja, þú allt gerir vel, allt gerir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt sem bindur í hlekki og böl og guð, mikið verk þitt. Við dönsum af gleði, svo fagnandi frjálst, og Jesús þitt nafn, því upphafið hátt og guð, mikið verk þitt, mikið verk þitt, ó Guð, mikið verk þitt.
Jesús lífsins von, Kristur Jesús lífsins Worthy is that Lamb who was slain. Holy, holy is He. Jesus. I sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is that Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows, living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. I sing in honor, strength, and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Jesus. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Oh, Jesus, Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation with
enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Miskunn þín varir að eilífu. Lækningu fáum frá þér. Í þínum örmum og skorti einu. Enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Enginn sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Velkomin Jesús, velkomin heilarandi. Guð, mitt hjarta þitt, mín sála þín. Allt mitt líf þitt, Drottinn, hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er.
verði vilji þinn. Syngjum saman, Guð mitt hjarta. Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Allt mitt líf er þitt, drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn. Verði vilji þinn. Allt það sem ég þrái er að heyra þig. Guð af öllu hjarta, ég tigna þig. Guð af öllum mætti, ég tilbið þig. Allt það sem ég þrái er frá Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Allt mitt líf er þitt, drottinn hvert sem ég fer, hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn. Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Allt mitt líf er þitt, drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Hún verði vilji Takk, Jesus. Syngjum saman. Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Allt mitt líf er þitt, drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Verði vilji þinn. Guð mitt hjarta er þitt, mín sála er þín. Allt mitt líf er þitt, drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Verði vilji þinn.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle working, promise keeping, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle working, promise keeping, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you.
í faðmi þinn. Vernda mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormar hvín, hefur þú mig og kennt mig.
að kíkja aðeins í Guðs orð. Nýtt ár, já, og ef þú varst að koma að skjánu núna þá segi ég aftur gleðilega hátíð og gleðilegt nýtt ár. Það þetta með tíman. Tíminn svo undarlegt fyrirbæri. Nú árið liðið í aldanna skaut og aldrei það kemur tilbaka. Tíminn einmitt þannig. Og ef það væri ekki reyndar fyrir sólargangin og tunglgangin okkar, að þá hefðum við ekki til að miða við. Tíminn væri sennilega eins og eilíft nú, bara eilíft nú. Og kannski má hugsa sér einmitt eilífðina þannig, ég veit það ekki, að hún sé bara eilíft nú, að tíminn hætti. Eða við hættum að skynja tíman, ég veit ekki, þetta svona bara hugleiðingar. En tíminn nefnilega alveg stórkostlega undarlegt fyrirbæri. Ef þú hugsar það, 1 mínúta í viðbótar lífið þínu, 1 skref sem þú tekur, 1 mínúta, 1 skref færi þig, takt eftir, bæði lengra inn í fortíðina, fortíðum eru lengri, hún eru dýpri, en líka inn í framtíðina. Því að leið og tíminn liðinn, þá hann farinn og kemur aldrei tilbaka. Þess vegna má segja það að tíminn sé sennilega eitt af því dýrmætasta sem þú og ég getur nokkuð tíma átt. Má kannski spyrja sig líka hvort getum við átt tíma, eigum við nokkuð tíman, hann kemur og hann fer, hann hverfur jafnóðum. Þannig að við fáum hann að láni eða getum nýtt okkur hann á augnablikinu sem þeir í gangi. En þegar hann fer frá okkur, þá kemur hann aldrei aftur. Þetta alvarlegt. Og þá hugsaðu maður, hvernig nýti ég tíma minn, í hvað fer tími minn, hann kemur aldrei aftur þessi tími. Og nú ég ekki að tala það að við megum aldrei njóta þess bara að vera til og njóta augnabliksins og ekki tala það. En bara við vitum. Drottinn segir, í Guðsorði segir, Drottinn kenn oss að telja daga vora. Kennd okkur að telja dagana, kennd okkur að skynja tíman, kennd okkur að skynja hvað við þurfum að gera með tíman. Hvaða tími núna, til dæmis í heiminum, getum við lesið inn í tíma ástand heimsins, getum við lesið inn í þessa stöðu með COVID, með jarðhræringar, með eldgos, með vatnsflóð, allar hamfarirnar sem í gangi, loftslagshlýnun, allar þessar hluti sem í gangi. Hvað þetta að lesa úr þessu? Er eitthvað hægt að lesa úr þessu? Tíminn ótrúlegt fyrirbæri. Við höfum hins vegar sem mannskepnur tilhneigingu til að geyma hlutina. Að gera þetta seinna. Ég ætla að bara á morgun kannski, eða þegar ég nenni því, eða ég betur upplæður, það ekki rétti tími núna. Og það má vel vera að einhver tíma sé ekki rétti tími til einhvers, svo sannarlega. En ef við hins vegar tökum þetta fyrirbæri ár, mánuðir, vikur, dagar, klukkustundir, mínútur, sekúndur, farið, og kemur ekkert aftur. Þegar ég var 20 ára, þá var nú ekkert mikið að hugsa þetta. En því eldri sem ég verð, því meira hugsa ég í hvað fer tími minn, hvað ég að gera með tíma minn, hvað ætla ég að gera þegar ég verið 80 ára, hvar verði ég þegar ég var 80 ára, hvar verði ég þegar ég verið 90 eða 100 ára ef mér auðvitað svo náð að fá að lifa svo lengi á jörðríki. Hvað ég að gera, hvernig þegar ég líti baka, hvað ég skilið eftir mig, allar þessa pælingar. Og þetta akkúrat tímamótin sem þú og ég notum, það áramótin til þess að skoða svona hluti. Við tölum nýársheit, við tölum núna, ætla ég hætti að reykja, núna ætla ég að gera þetta, núna ætla ég að fara í ræktina. Og aldrei eins og margir í líkamsræktin eins og í janúar. Svo eins og dápna eitthvað yfir þessu og svo kemur aftur í janúar, sjáðu. Við notum þessi tímamót til að vinna okkur heit. Til að skoða fram á veginn, kannski líka bak við okkur aðeins og skoða hvernig var þetta ár, hvað hef ég gert og hverju sleppti ég sem hefði betur gert og svo framvegis. Og þetta eru góðar vangaveltur og nauðsynlegar.
Þú kannski spyrði Halldór, hvað ert að segja þetta sé alveg vonlaust hjá mér? Ef ég klúðra tímanum þá þetta bara búið. Ef ég nýti ekki tíman þá það búið. Þá hef ég ekkert annað tækifæri. Já, þú færð ekki annað tækifæri með þennan tíma, það alveg á hreinu. Ég hef stundum sagt á og vitnaði til þess að í kirkjuna fólk sem heim allan mikið rætt það og hvort að þetta sé seinasta kynslóð á jarðríki, hvort þetta sé seinasta kynslóð kirkjunar og hvort að nú sé drotturinn kom aftur og ég man að þessi umræð hefur verið í gangi alveg síðan ég eignast mína trú. Ég veit það bara eitt, hvort að drottinn kemur aftur áður en ég dey hér í jarðnesku lífi, þá veit ég eitt, að þetta mín síðasta kynslóð. Ég fæ enga aðra kynslóð. Þetta minn síðasti tími. Árin mín fram á þessu, árin eftir þetta. Þetta það sem ég hef. Það gott að staldra við á tímamótum eins og áramótum og segja, þetta setur okkur svona, já, getur sett okkur hljóð og við hugsum, ok, hvar ég? Hver ég? Og það kannski skiptir öllu máli að við spyrjum okkur, hver ég? Ef þú á trú á Jesú Krist, þá þarftu að spyrja þig, hver ég? Og nei, það ekki vonlaust, það ekki of seint. Það að tíminn komi og fari og við nýttum hann ekki eins og við hefum kannski betur gert, þýðir ekki að það vonlaust staða sem betur fer. Og ef við lítum á stóru myndina, ekki bara á okkur sjálf, heldur heiminn allan, þetta þá bara svona vonlaust, svífum við bara vonlaust á vonlaustri kúlu í himingeimnum og það eru veirufaraldur og COVID, loftslagsvandamál, efnahagserfiðleika, fátækt, hungursneyð, heimur versnandi fer og allt það. Getum við ekki bara pakka saman og hætt öllu? Nei, og enn einu sinni, nei. Það má færa fyrir því rök, reyndar að heimur batnandi fari. Það eru hlutir í mælingum og öðru slíku sem eru til mikill að framfara í heiminum. Þó sé aðrir hlutir sem eru vondir og við vitum það og þarf að laga og þyrftu að lagast. Ég nefnilega einn af þeim og ég held að ég vona þessi stórhópur og ég vona þessi stórhópur okkar á meðal og í landinu okkar. Ég trúi því enn statt og stöðugt að Kristur að sjálfsögðu svarið, en kirkja Krists það besta sem getur komið fyrir jarðríki. Kirkja Krists í lífinu sem hún kölluð til, það sem hann flæði fyrir anda sinn, í þeirri köllun sem hann hefur gefið kirkjunni, því hlutverki sem hann hefur gefið mér sem einstaklingi, þér sem einstaklingi og okkur saman, við færum heiminum von sem Jesús Kristur hefur gefið. Ef við lesa, láta sýna okkur hérna úr Opinberunarbókinni hvað Kristur muni gera í þessum málum sem við erum að tala um. Það lesa í 21. kafla. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, Guð býr sem sagt meðal mannanna í Kristi Jesú. Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Ef þetta ekki von, þá veit ég ekki hvað von. Ef þetta ekki það fegast sem þú getur séð fyrir þér, þá veit ég ekki hvað það Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra
og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Hann færar tárin þín. Hann læknar sárin þín. Hann læknar hjartasárin þín. Gjörðu þið heilar. Engin kvöl framar. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið, ég alfa, ég omega, ég upphafið og ég endurinn. Þetta hinn kristna von, að Guð í Kristi Jesús heldur öllu saman í hendi sinni. Og þó við lifum í tíma og rúmi og tíminn kom og farið frá okkur eins og ég veit ekki hvað og hann æði áfram. Það eins og, ég hef stundum verið með þá kenningu hvort að tíminn hreinlega bara líði ekki hraðar heldur en gerði einu sinni. Ég veit að mér finnst að gera það. Það finnst mörgum. En þó að svo sé og í öllum hamanganginum, öllum flegiferðinni tíma og rúmi, að þá kannski missum við af hlutum, að þá kannski sleppum við klúðurum, gerum eitthvað sem við eigum ekki að gera, gerum ekki eitthvað sem við hefðum átt að gera. Hvernig sem staðan í þessum ferðalagi okkar í tíma og rúmi, að þá kemur Guð með sína von og segir, ég geri alla hluti nýja. Ég gerir alla hluti nýja, líka í þínu lífi, líka í mínu lífi. Gerir alla hluti nýja. Þú kannski spyrði Halldóri, þetta ekki bara eitthvað svona framtíðarsýn, við endalok heimsins eða eitthvað slíkt. Hvað núna? Hvað með núna? Bara í dag. Ég þarf á þessu að halda í dag. Ég þarf von Drottins í dag. Hvað vonin fyrir mig núna? Hvað vonin fyrir þjóðina? Fyrir heiminn? Ég segi verið upplýtt stjörf. Verum upplýtt stjörf. Drottinn situr ekki aðgerðalaus og bíður eftir endalokum. Hann alltaf að skapa. Hann alltaf að endurskapa. Hann gerir alla hluti nýja líka í dag. Ef við lesa í Rómverjabréfinu, hlustið á þetta. Þetta stórkostleg versi, 8. kafla. Páll skrifar, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýr sem á oss munu opinberast. Þjáningarnar sem hann að tala þarna voru kannski ekki þær sömu þjáningar og við að ganga í gegnum í dag. Margir hjá okkur þjást líka reyndar af sjúkdómum og það gerði það þá líka. Það eru veirur, það eru pestar, það eru alls konar árásir og átök í fjölskyldu okkar, í lífi okkar, á líkam okkar og hug okkar. En ég lít svo á, bara þessi setning, að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þau dýrð. Með öðrum orðum, sama hvernig þinn tími sama hvernig tíminn hefur leikið þig, sama hvað hefur verið framhjá þér í tímanum, hvað hefur gerst í þínu tíma, þínu göngu, að þá það ekkert í samanburði við það sem þá dýrð sem opinberast í lífið þínu. Svo segir, því að sköpunin þráir að Guðs börn verði opinber. Ég hugsa mjög oft þessi vers þegar verið að fjalla loftslagsmál og ástand jarðarinnar og hvernig við hugsalega að klúðra hinn og þessu og hefðum betur gert eitthvað annað og hvað við þurfum að gera til að bjarga. Það ekki allir sem að líta á þannig að svari sé að finna hjá Guði, en svari að finna þar, eða kirkjunni. Þess vegna segir kirkjan lausn. Svo lengi sem andi Guðs leiðir, flæðir og fær að vinna. Hlustið á. Sköpunin sjálf, öll sköpun jarðarinnar, þráir að Guðs börn verði opinber. Hvað segir þessi setning okkur? Hún segir að sköpunin, við, þú og ég, kirkjan jafnvel,
Við erum ekki sérstaklega að bíða eftir að við verum eitthvað opinber. Hvað mennur með opinber? Ég ætla ekki að vera eitthvað opinber persóna. Ég er í því ekki. Þú veist, mér er bara fínt að eiga trúna í einrúmi. Þú getur ekkert átt trúna í einrúmi. Ef þú ætlar að taka þátt í því verki sem Guð hefur kallað. Það er í tísku í Íslandi. Að trúin er feimnismál. Við erum feimin við trúna. Við felum hana. Þorum ekki að viðurkenna hana. Og ef við eigum hana og einhver byrjar að tala hana því þetta er bara mitt privacy, ég er bara á þetta í einrúmi. Og nú er ég ekki að segja það að þú getur ekki átt trúna, þar sem hún getur ekki verið raunveruleg. En hún getur aldrei verið í einrúmi. Vegna hvers? Vegna þess að sköpunin sjálf, hún bíður eftir að Guðs börn verði opinber. Það er að segja að Guðs börn verði sýnileg á jarðríki eins og þau voru í byrjunni frumkirkjunni þegar þeir umbyltu heiminum. Þeir umbyltu heilu samfélagunum. Af hverju? Vegna þess að kraftur Guðs fékk að vinna og starfa í gegnum þau óstöðvandi. Og sköpunin í dag þráir að sjá þetta, þráir að Guðs börnin verði opinber og lífið og krafturinn. Munið þið sem að Jesús sagði þegar lærisveinarnir spurðu hvernig var kennt okkur að biðja, hann sagði, Faðir vor. Og svo kemur í Faðir vorinu eins og við köllum það, þá kemur verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Það er að segja að hvernig er himinin? Hvernig er vilji Guðs? Hvernig opinberast hann á himnum? Það er hann fullkominn. Kærleikur, gleði, friður, fögnuður, kraftur, heilbrigði, líf. Allt það sem þú og ég og sköpurinn öll þurfum, þörfnust og þráum. Og hann segir, biðjum að það sem er á himnum komi líka á jörð. Að það opinberist á jörðinni, eins og það er á himnum. Og hver opinberar það? Kirkjan, börn Guðs. Sköpunin er að bíða eftir þessu. Sköpunin var undirorpin fallvaltsleikanum, ekki sjálfviljug heldur vegna hann sem varp henni undir hann, í von að jafnvel sjálf sköpunin með verið að leyst úr ánauð forgengileikast til dýrðafrelsis Guðs barna. Með öðrum orðum, sköpunin bíður eftir að Guðs börnin opinberist í krafti heilags anda á jörðu eins og er á himnum, til hvers? Til að leysa sköpunina, mannin, allt sem skapað er úr viðjum forgengileikans. Við svo segir, við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðir, allt til þessa. Þú heyrir sköpunina stynja. Þú finnur fyrir sköpuninni, náttúrunni. Hún kvartar stundum við okkur, hún leyfur okkur að finna stundum fyrir því að stundum þá klappar hún okkur og heldur utan okkur og það er dásamlegt. Þú veist að þú hefur smakkað og fundið að smakka alla þessa hluti, en hún stynur og bíður eftir að kirkja Krists verði að veruleika sýnileg, opinberuð eins og hún á að vera. Aðeins neðar í þessum sama kafla. Þannig hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvernig við eigum að biðja eða hvers eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem ekki verður orðum aðkomið. En hann sem hjörtur rannsakar veit hver er hyggja andans, að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáðu til, þetta sem ég er að tala er nefnilega, þetta er andlegi hlutir. Þetta fæst ekki skilið bara með það prósessera eitthvað í kollinum á okkur. Já, svona. Þetta kemur fyrir anda Guðs vegna hvers? Vegna það er andi Guðs sem vinnur starfið. Það er andi Guðs sem vinnur þetta verk. Og ef við ekki vitum hvernig á framgangið því, hvernig ég er með að biðja jafnvel til að sjá þetta gerast, þá biðjum við heilugum anda og hann, eins og segir hér, við biðjum með andvörpu jafnvel, af því við vitum ekki, við biðjum með veikleika. En hann þekkir hjörtun, hann veit hver hyggja andans er. Og ég ætla að ljúka mér nokkur versum hérna aðeins neðar í sama kafla. Hlustið nú á, hérna kemur þetta.
Þetta nú hug hérna, það var vers sem ég hljópi yfir sem ég ætla að lesa fyrst, að því bara til þess að skjóta þið með. Jafnvel við stynjum með sjálfum okkur meðan við bíðum þess að Guð gefa okkur barnarétt og endurleysi líkama vora. Hlustið á svo, því að í voninni eru við hólpin orðin. Von sést, ekki von. Því að hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, þá bíðum við þess í þolinmæði. Elsku vinur, það von. Von. Þú vonar ekki það sem þú sérð. Það sem þú sérð þú getur þreifð á, þú þarft enga von, þú veist. En vonin einhvað sem ekki sést. Ef þú veist, þú getur treyst að Guð sá sem í Kristi Jesús gerir alla hluti nýja, þá getur þú vonað. Þetta vonin okkar. Þetta hinn kristna von. Og þá bíðum við í þolinmæði. Hann kemur. Og hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með okkur, hver þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki í sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hví skyldi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hann búinn að gefa okkur Jesú Krist. Hann gaf hann á krossinn, hann gaf hann í dauðan, hann gaf hann sem syndafórn fyrir þig og mig. Hann reist hann frá dauðum til lífs og hversvegna óskopunum fyrst hann þyrmdi ekki eigin syni, myndi þú ekki gefa þér allt sem þú þarfnast með honum. Það þín von. Það ekkert sem hann heldur aftur af. Hann ekki faðir sem að segja, ég vil ekki gefa þér þetta, ég tími þess ekki, ég vil þetta ekki, þú hefur ekki gott af þessu. Hann vil bara gefa þér allt með Kristi. Mun þjáning geta, hver mun gera okkur viðskil við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Þegar ég þess fullviss, segir Páll, að hvorki dauði, né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi, né hið ókomna, hvorki kraftar hæð né dýpt, né nokkuð annað, ekki tími, ekki tímaleysi, ekki ár, ekki mánuður, ekki áramót, ekkert. Ekki þín mistök eða mín, ekki þín velgjörningur eða minn. Ekkert mun geta skapað, ekkert nokkuð skapað mun geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Kristur Jesús okkar von. Þú og ég eigum hann. Og ef þú átt hann ekki, elsku vinur, nú á þessu nýja ári, það ekki of seint. Gefðu líf þitt honum. Komdu og vertu með í þessum hópi sem að vakna upp til meðvitundur það að Kristur von okkar og hann hefur stórkostlega hluti í bígerð af því hann ætlar að opinbera sitt fólk, sín börn á jarðríki. Hann þarf að vitja kirkjuna sinnar. Hann þarf að reisa hana til máttar og dýrðar. Ekki vegna verka kirkjuna heldur vegna verka Krists og máttar heila sanda. Vertu með í þeim hópi. Vertu með því þar liggur von ekki bara fyrir árið 2022 heldur öll ókomin ár og eilíðina alla. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum byrja þetta ár, þetta nýja ár, með því að leita til þín, skoða orðið þitt, láta það hvetja okkur, minna okkur á að tíminn hverfull. Árin okkar eru hverfull, hið jarneska hverfult. En þú hinn sami í gær og í dag og eilíð. Þú alfa, þú omega, upphafið og endurinn. Og þú okkur von vegna þess að þú gerir alla hluti nýja.
Gerðu nýtt í okkar hjörtum þetta árið. Gerðu nýtt í okkar fjölskyldu þetta árið. Reist okkur við í þér fyrir kraftin og máttin. Fyllt okkur að nærveru þinni á meðal okkar drottin í líf okkar sem einstaklinga, fjölskyldu, sem safnaðar, sem þjóðar. Vitjaðu okkar, drottin minn, við biðjum fyrir anda þinn í Jesú nafni. Amen. Guð bless ykkur. Amen. Nú er samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.